Það ég, Dr. Fútból mættur aftur á YouTube. Já, fyrir þá sem vilja sjá HGH-flokkin eða gamla bandið eins og einhver kalla þetta. Þá getið ég gert það á YouTube að sjálfsögðu Hjálmar og Gunnar Birgisson mættir. Og við erum hér með drengi frá Sæmundarskóla hjá okkur í Staðstjálun. Ég var að segja frá mikilvægi Carlsberg fyrir danskan fótbolta. Hvað Carlsberg hefur gefið fótboltanum í heiminum. Já. Og það auðvitað þetta með danska landslið og svo sáum við náttúrulega þessum þætti sem hefur farið nú út allt spurningaþætti þar sem að þeir voru allir merktir Carlsberg þarna leikmennirnir og stór stund. Við erum auðvitað að leita að nafni á stúdíu Dr. Fútból svo þetta festist ekki á hann Carlsberg Kastalinn eins og pervertinn í kakókastalanum. Þú ert að vera á sveit. Það verður samt þannig sko, því að þetta sem sagði að þetta passa mig að koma ekki og snemma. Var það ekki ekta sem að þið pervertarnir í kakókastalanum ræða? Já. Það var tekinn sér segment þetta í Hi-Hi podcastinu þeirra. Já. Etcha. Já, við skulum ekki vera að hendi í þetta. Hvað sé ég? Það er börn að lusta sko. Svo kom einhverju 3 kvenkins jógakennarar í þetta og allir á einhverju söpum og eitthvað. Þetta verður aldrei Carlsberg Kastalinn. Við ætlum eins og að eiga frábæra stund með Carlsberg 16. júní þegar að KR og Víkingur munum mætast út í Víkinni. Þá ætlum við að hittast í bræðurnir Ormzone. Við ætlum að horfa á leikina á þessum nýjustu, flottustu Samsung-tækjum. Við erum að tala frame-tækin sem konurnar elska. Og þetta 16. júní að því að mun ekki komast nógu margir í Víkina þá ætlum við að til okkur þarna horfa á HM á einu skjá og svo á Víking KR. Það verður uppselt á með tíma á þann leik og þar verður við í Ormzone og það sér svona staður innan bræðurnir Ormzone og allt í gangi. 16. júní, tekið daginn frá. Niður í Lámúla. Já. Ok. Já, þar verður við og Carlsberg í boði og allt. Já, geðveikt. Ég mæti. Þú mætir að sjálfsögðu, ertu með búin að panta tími í Egilshöllinni? Já. Með bumbuboltaðinn? Ertu ekki með eitt bumbuboltaðinn lengur? Brimborgarboltinn, Hann er dottinn út. Hann er dottinn út. Því miður. En maður getur endur vakið. Það er alltaf hendan áttur. Þá er það Egilshöllin að sjálfsögðu. Hjartað í Grafói. Hjartað í Grafói, það er bara þannig margt að vera hjá Dominos á meðan að HM er í gangi. Þeir ætla nefnilega, ég held ég megi bara lonsa í núna, að þeir ætla að gefa fótboltapakka með Dominos með hérna pítsunum. Panini eru með myndirnar í ár. Mér finnst það svo frábært. Já. Þú getur ekki sagt Dominos á þess að segja Dominos. Það gleymir stundum og það er ekki hægt að segja Dominos. Þetta er bara eins og Vafas spólunar í galið það þegar maður var að taka Dalalíf með pilsflokkar. Já, þú ert rosa mikið í gamla daga. Þú ert með gæja sem er 60 árum. Þetta er bara svona minn væri að tala þig. Já. Gamla daga. Fáránlegt sko. Fáránlegt, þetta er eins aðsnaðið og verður. En hún langar að vera með okkur. Hún langar að vera í gamla liðinu, eðlilega, gamla bandið, fitnessport og Dr. Fútból. Það var engir unnir lengur saman. Peptides fyrir þig, peptides fyrir fjölskylduna. Fara þess aftur hann upp. Æfingapakki. Æfingapakki. Nei, aftur upp. Æfingapakkin, þessi nýju stillanlegu handlóð. Eru þeir að bjóða 30 kall í afslátt? Tæpan? Já, á bæði bekk og lóðum. Af því að eina sem að þarf oft að vera maður frá djammið. Aðeins að taka... Það er nefnilega nákvæmlega mál. Það sem ég geri... Supersettar. Ég tek 7 svona, 7 bara svona og svo 7 svona, 6 sett. Þannig að æðan er allir, þú ert allir þrútið þú ferð út. Já. Þetta virkar. Það er eina sem ég get sagt ykkur, þetta virkar. Aðþrengda skyrtu. Já, og vilt ná að poppa út einhverjum æðum áður ferð á Þið er djamarinnir, þið eru í þessu. Ætli ekki að djama í kvöld? Jú, fyrsta. Tjekkaði, ég er að taka Birki Bullis með mér. Herðu, þú allar að bubbatónleika? Já, sjálfsögðu. Já, ertu bubbakall? Já, hefur verið frá degi 1. Þetta var náttúrulega mikið lust á þetta heima. Ég ætla að vara fólk við því að vera ekki að skoða mikið bubba á Facebook, því að bubbi í alvörun er 100 sem skemmtilega en bubba á Facebook. Já, rosalega. Hann er erfiður. Hann er erfiður og gamall og leiðilegur þar, en bubbi í alvörunni er skemmtilegur. Ert þú eitthvað, þeir eru gott lag með Usher? Nú kannski gaman að skoða hans á lífinu.
Nei, viltu meina að maður á aldrei blanda saman manninum og stygt? Já, og þú ert þar. Þú ert þar. Og skilur þetta algjörlega. Þú ert bara Michael Jackson maður og það ekkert vesen fyrir það. Það var aldrei neitt vesen. Já, ok. Haldum áfram með þáttinn, Jekla Byrðarskóðun, 50% afsláttur. Það er búið að við sendið. Dýbaka það allt. Spurningi með tölvutek. Okay. Hún svo sem bara held ég nokkuð þægilega utan að vera hjá tölvutek. Þessi hrærivél, hún til, þar að segja Tesla-vélin. Hvar verður HM haldið árið 2030? Sádi-Arabíu. Nei. Ha? Nei. Þetta 100 ára, þetta centenary. Já, það náttúrulega þetta haldið náttúrulega í Úrúgvæ meðal annars. Já, auðvitað. Þetta haldið á eitthvað á Spáni. Já. Þetta í einhverjum helling af löndum. Ítalíu. Nei. Argentínu. Já. Hvað er mörg eftir? Þú átt 3 lönd eftir. Þetta ekki Svíþjóð eitthvað þar? Nei, Svíþjóð? Það voru með keppina 54. Já, ég held að það væri eitthvað svona. Var þetta eitthvað kakókastalar? Ég held að það væri eitthvað svona smá svona myndi koma tilbaka. Býttu nú við. Brasilíu? Nei. Eitt land sem við munum aldrei geta, það Paraguay. Paraguay. Og svo er eitthvað í Evrópu eða ekki? Jú. Því Portugal eftir í Evrópu og svo Marokko eftir. Þannig að þetta verður í 3 heimsálum. Það er rosalegt. Það er eitthvað búið að teikna upp ferðalög liða sem að það verður alveg í meira lagi. Já, menn þurfum ekki að hafa að gera því strax. Já, þetta verður algjör veislan. Veislan rétt að hefjast. HM að fara að hefjast. Við ætlum að páranka með leys. Það er ekki að hafa áhyggjur af því strax. Nei, ég get ekki verið að setja fleiri áhyggjur í pókan. Leys. Skannaðu kóðan. Farðu á úrslitaleik HM. Þetta verður að gerast fyrir sunnudagskvöldið. Meistari David Beckham í öllum búðum núna. Við erum með Thierry Henry í pókan. Já, HGH flokkurinn ákvað að éta náttúrulega snakkið. Og vantar aldrei upp á græðgina þar. Gunni, hvað ætlar að páranka fyrir mig í dag? Ég ætla að fara í leikmenn sem að heimurinn mun vita af, eða ef ekki að segja Íslendingar munu vita af eftir þessa heimsmeistarakeppni. Ok. Fíla. Já. Númer 5. Númer 5, fyrir mér, þá var alltaf rosa stemming, svona, mér varst alltaf einhver Japani, svona einhvern veginn, Inamoto og Honda og eitthvað svona, þú veist. Þannig ég tók einn Japana. Geðveikt. Hver það? Keisuke Goto. Spilar í Belgíu, tvítur, hann 1.91 center. Með 13 mörk og 8 stóðsendingar í öllum keppnum í Belgíu. Og Japanir að binda mikla vonir við hann, tvítur. Tvítur. Þannig að hann getur verið seldur eftir mót. Það alveg líkur á því. Þetta ekki gott nafn, Goto. Númer 4, Gilberto Moura hjá Mexíkó. Þannig hefur enginn heyrt Það ungi strákurinn. Já, það Kottnungi. 17 ára. Hann var 16 ára þegar hann kom fyrst fram á sjónasviðið. Hann fæddur eftir hrun. Og leikur með Tijuana í Mexíkó. Verið orðan strax við einhver stórlið. Hann 168 cm á hæð, rosa leiki með boltan. Hann ákkurat 2 cm hærri en naflinn. Já. Þannig að hann ekki... Hafið prófað að íta í naflinn? Það ekki hægt. Það ekki hægt. Það nummer 3. Það Jandi og Mande hjá Fílabeinsströndinni. Já. Liverpool að vinna kaupa núna. Já. En þetta auðvitað, ég samlaði. Við verðum að vera fælegir. Þetta gott. Já, við verðum að vera fælegir. Hann 19 ára, kom náttúrulega bara til Leipzig frá Leganes fyrir árið síðan og menn eru strax farnir að tala um hennan 100 milljóna verðmiða sem komin á hann. Hann mun vera öflugur hjá Fílabeinsströndinni. Fílabeinsströndin náttúrulega vann Frakkland í gær, fyrir kannski betur við þá eftir. Valið nýlið ásins í Búndeslíkunni. Númer 2, aftur, þú veist, Kenan Yildiz, Tyrklandi. Þú veist, ég meina hann og Arda Güler verða þarna í lykilhlutverkum. Yildiz náttúrulega þannig sé bara þjóðveri, þú veist, hefur held ég aldrei búið í Tyrklandi. Þannig að verið frábær hjá Juventus og ég held að Tyrkirni verið bara öflugur á þessu móti. Rann út af samning við Bayern 22, þeir eru ekki á framlengingu Juve tók hann og rest is history. Tyrkirni góðir. Númer 1. 21 árs eins og Kenan Yildiz, Nico Paz, leikmaður Como á Ítalíu. Frábær og aftur, þú veist, menn hafa heyrt þetta nafn, ég held að það hefur mjög fáir síðan spila, þetta kannski Siggi Bond og einhverju 2-3 viðbót sem hafa síðan spila. Tryggir Como náttúrulega inn í Champions League, sóknarþengjandi miðjumaður, geggjar á boltan, góður að finna sér svæð á vellinum og mun hjálpa Messi
mikið á þessu móti Argentínum að sjálfsögðu 12 mörk og 7 stóðsendingar hjá hann auðvitað, sko, hann Argentínum hann fæddur á Spáni og Nico Paz auðvitað mjög eftirsóttur leikmaður fer væntanlega bara aftur til Real Madrid Hjálmar, þekkjandi þig þá einhver nöfn sem að þú ert með sem að þú telur að muni slá ekki þekkjandi þig rétt ég náttúrulega búin að fylgjast með Paz, ég veit ekki hvað ég og Siggi Bond þá væntanlega ég er búin að vera harður á þeim vagnin lengi það ekki margir en einhverju leikmenn sem þú vilt bæta inn í þetta þú heldur að ég veit það ekki, ég er náttúrulega verið gaman að fylgjast með Diet Spence ég meina það svo alveg hægt að fara í þú veist, ég meina Nico O'Reilly þetta er fullt af leikmennum það sem ég finnst skemmtilegast eins og þetta japanska dæmi og einhver sagði sko það búið að skáta alla leikmenn í dag það vita allir alla leikmenn en svo koma alltaf einhverju snillingar upp í einhverju liðum sem verður, það er að skemmtilega við háum þannig að við þekkjum eiginlega flest allar nema Goto kannski þetta en svo verður einhverju þetta leikmaður hjá Íran eða eitthvað líka sko það er einn Íraki sem er á láni held ég frá Como hvað heitir hann aftur, ég manna ekki það við slum fara í keppnina sjálfa Löður sér að þrífa bílinn farðu í áskrift hjá Löðri heimsmeistarakeppnin í fótbolta er mót á milli landa en það þýðir ekki að allir séu fæddir í því landi og í Curaçao liðinu Curaçao það eru allir frá Hollandi og svo ef þú skoðar liðið svo bara Bosníu þá er eiginlega allir þessir helstu fæddir annarkvort í Þýskalandi, Austurríki eða Svíþjóð einhverjir í Sviss og Bandaríkjunum engin, þú veist, eigum við enga sögu af einhverju sem að fæddist á Íslandi þú veist, engin einhvern veginn Hans Lindberg á bíla nei, hann var kannski ekki fæddur nei ef skoðum Marokkó ein besta blakkona í heiminum fæddist á Söðukrúki sko. Hún var dóttir körfuboltamann sem að spilaði með stólunum ef við skoðum eins og Marokkó náttúrulega liðið sem heilla okkur fyrir 4 ára síðan með kongin Amrabat fætt hann í Hollandi og með Bono fætt hann í Kanada Marokkó Issa Diop Munir fættur á Spáni Hakimi Spáni Brahim Díaz Spáni þetta eru allir aðal kallarnir og svo belgarnir auðvitað Talbi og El Canusana sko þetta er allt strákar ekkit fættir þarna og ef við skoðum bara hvað frakkar eiga mikið að leikmennum sem Senegal, Edward Mendy er fættur þar Koulibaly er fættur þar, Mamadou Sarr er fættur þar Iliman Ndiaye er fættur þar Nicholas Jackson er fættur eitthvað staðar annar staðar ég meina það er þetta er út allt Norðmennir eiga náttúrulega Holland fætt hann í Englandi og sem að reyndar með sterkar norskar tengingar já, hann með ágætlega sterkar norskar tengingar en það er Afrika og sérstaklega Afrika og Asía eru að hafa gott af öflugu evrósku starfi og eru að ná í sína bestu bita utan heimalandsins. Sáum bara til dæmis eins og í gær, þá var það Guela Due, bróðir Desir Due, sem að skorar mark á móti Frökkum fyrir Fílabænsströndina. Þeir náttúrulega eru með vegabref báðum einn. Nicolas Pepe er frakki í raun og veru líka og þetta er skemmtilegt. Allir þessir helstu, þannig bara fólk átti sig á því að þetta er allstaðar af, ég meina voru margir sem að ég heldu að Normenn hefði verið að sækja sér markmann fyrir keppnina. Gunnar Birgisson talaði mikið um það hér en allt kom fyrir ekki. Ég bara skildi ekki. Þetta er bara mjög skrítið. Og það er Nikita Hækin hjá Bóta Glimt. Þannig að, en það er eitthvað, ég meina kannski hefur hann ekki vilja riðla til eitthvað, þú veist því liðir sem að kom þeim á þennan stað, en þá skil ég ekki af hverju það þurfti að gera þetta í svona miklu flýti, því að ég held að hann hafi nú fengið einhverja flýtumeðferð þarna í Noregi. Ef við skoðum aðeins við vorum að tala með Norðmennina sko með Osgård og Holland, ef við skoðum aðeins Skotland, þá er náttúrulega Kieran Tierney er fættur einhver staðar annar staðar. Scott McTominay er í raun og veru einhildíkur, Che Adams, George Hurst, Tyler Fletcher, Angus Gunn, held reyndar að Gunn pappin, maður skeitir pappanum. Jú. Brian Gunn. Já, er hann ekki Skoti?
Já, hann var skotið líka, það ekki? Jú. Hann var pottitt fættur í Englandi. Já, þetta er áhugavert. Já, þannig að það eru nóga leikmönnum sem að, Fættir út allt. Fættir einhver staðar annar staðar. Það er náttúrulega Þjóðverjar með mikið af leikmönnum hana. Það er náttúrulega í Tyrklandi og í London og þeir í kring. Sérstaklega 2002 liði hjá Tyrklandi. Já. Vá. Skoðum hverjir eru bestir á HM. Hver eru bestir? Það eru líklega Netgyro, enga viðkomur upplýsingar og þeir hjálpa þér. Langar rosalega að fara að nýta mér Netgyro að því mér langar að liði eitthvað. Já. Og ég þarf einhvern alvöru liði. Stuttan eða síðan? Svona... Eitthvað hybrid. Já. Ég get nálega að stóða við það. Já, þú reyndi að þekki þína leður jakka, þess að ég ótti að segja það. Veistu hvað, ég sé þig alveg fyrir mér með stort logo aftan á. Já, Dóttar fútbollógóið. Já, eitthvað svoleiðis. Já, reyndar þú segir það. Já. En þetta þarf að geta gengið við allt. Yep. Og ég ætla alltaf að vera í leðujakkanum. Og hver sem ég fer, þá er ég í leðujakkanum. Þá má hann ekki vera of þungur. Já, hann var einmitt að vera mjög þungur. Og það er einhver prófar hann, þá bara wow. Og þegar ég er búin að eiga hann í svo 4 ár, þá var ennþá þessi leðurlykt á hann. Bara, menn vita að ég hafa verið á svæðinu. Við ætlum að skoða aðeins hverju verða heimsmeistarar. Það er að segja að við ætlum að kíkja á þetta á Epic. Epic auðvitað fremstir í bransanum og það er svolítið áhugavert að það eru 2 lið líklegust. Já. Ég man ekki eftir því sko áður. Við höfum stundum farið inn í HM þar sem er clear favorite. Einmitt. Það er að segja eins og 2010 var spátt bara eitthvað sem allir héldu að myndi gerast og það gerðist. Við höfum verið með frakkana á síðustu heimsmeistaramótum og þeir eru 6 og 10 núna alveg eins og Spánverjarnir. Er þetta ekki líka alveg svona, veist, er þetta ekki frekar hátt? Það er rosalega hátt. Já. Ég er alveg samanlega. Að fá líklegustu kandidatana á 6. Já. Jú, það er bara frábælega búið. Þetta er Epic ekkit að hendi lélega tilbúð. Nei. Ég er bara að segja... Þegar Epic gera tilbúð, þá er það líklega bestu tilbúði heimi. Sammála. En svo er líka gaman að skoða þetta og sér því svona frakkana 6 og hugsa maður sko, ef maður fer að nýja þessu topplið, hugsa maður, er ekkert lið þarna annað en bara þessi sem komandi greina og er alveg lið sem komandi greina. Það er alveg, Ég meina, sjáðu þið, Epic er að setja 8-65 á England. Noreg á topp 10. Ég er að segja 36 á Noreg. Að sjá hvað Noregur eru ofalega. Já. Bara fólk gerir ráð fyrir allt annað en áttalúslit fyrir normunum. Eru vonbrigði. Ég meina Belgia, 44. En þeir eru svona arguably erfiðasta riðlum. Já, það er erfiður, samanlega því. Það er auðvitað líka áhugavert að norðmennar gera allt sem við áttum að gera. Þeir eru hallað sér inn þetta vikingadæmi. Gerðu þetta ríkala, sáu þetta? Ég meina, leikmannakynningin er bara með því flottara sem ég sé. Já, svona leikmannakynningin og alltaf. Ég er að tala um þess að nýja myndaðum hérna með bátana fyrir aftan og þetta. Það er partur af leikmannakynningunni. Unbelievable stuff, já, norðmennar. Þetta er allt sem við áttum að gera. Við erum alltaf með eitthvað lið sem á Facebook eitthvað. Ég meni þegar vikingar voru vont fólk og eitthvað og það erum við raunverulega vikingar. Ég held samt að það hafi ekkert haft neitt með það að gera. Ég held bara að við mættum oft gera bara betur í kynningamálum. Já, en þú veist, ef þú myndir gera þetta á Íslandi þá myndi sem að Serdar mæta og aflífa Gunnar Birgisson. Who cares? Já, en það er samt að vilt það ekki. Okay. Og bara upp á fjölskylduna þína. Bæði í Mós og líka. Ég fór út að lýsa Eurovision, sko, fjölskyldan mín máttu nú alveg þóla eitthvað þá, sko. Já, ég veit það. Ég var reyndar, ég sagði þér aldrei frá því en ég horfði á þetta með fjölskyldunni bara til þess að vera nálægur. En þú veist, þetta er bara svo töff hvernig normennir eru að taka þetta vikingakonsept alla leið. Og svo voru að róa þarna í stúkunni, þetta var bara sturla. Við erum náttúrulega miklu meiri vikingar. Já, við erum raunverulega vikingarnir. Já. Getum við ekki sett upp einhvern bardaga við þá? Jú, við sendum sigla til Bergen sem mætaði með einhverju skipi á leiðinni. Það var ekki eðvitt. Sigla til Bergen, já, samanlega því. Og þetta er náttúrulega, þetta er ákveðið genre, maður meina svona gauðra með vikingalúk. Þeir túristin elskar þetta. Ég meina, Erling Haaland er náttúrulega bara holdgerfingur af vikingalúki, sko. Já, en það er svolítið skeggir, sko. Það er svo Kitty í sporthúsinu, bara erlenda konur bara, þær missa bara eitthvað að sjá hann, sko. Hann er með alveg algjört vikingalúk, bara hreitt viking. Og það er að koma rosalega sterkt inn þetta vikingalúk núna. Nú er þetta bara að heitasta í dag, vikingalúk, og Haaland er rosalegur þarna, sko. Þetta er bara svo mikið lakk og respekt við okkur Íslendinga. Við erum vikingar. Þeir eru náttúrulega eitthvað að skjóta á okkur með þessu. Þetta er eitthvað svona, þetta er bandir, skemmtileg bandir. Já, þetta er lélegt. Já. Hvað varst að segja núna? Þeir eru bara að skjóta á okkur. Þeir eru að skjóta á okkur. Þetta er skota á okkur. Við erum ekki að fara á HM, þeir eru að fara á HM og svo stela þessu líka. Þannig að þetta er svona
Það hefur verið svolítið að stríða okkur. Uppáhalds víkingamyndin ykkar? Já, náttúrulega... Sem gerist á víkingamyndin, eða landnáms eða víkingatímum? Það erfitt að horfa, útlægin var alltaf, ég horfði hana svo oft. Já, Gísla Saga Sússonar. Ótrúleg mynd. Ég verða að kvita upp á það. Já. Hrafnir flýgur náttúrulega. Hrafnir flýgur, mann var samt svona, já. Hvað hét hún aftur myndinu með Ingibjörgu Stefánsdóttur? Já. Þegar fór á Laugarasbíó. Býtu. Hvítir Já. Hvað hét hún aftur? Hún kom seinna en alla mynd, svona, þegar að Víkingadættu var alveg að detta út, þá kom hún inn í þessa mynd. Viking Sagas. Viking Sagas. Vá. Viking Sagas. 5,2 á internetu. Já, hún fekk ekki góða dóma, en ég var ánægð með þessa mynd. Já. Það sé. Þú fórst á hana. Já. Núna allir að hrósa Norðmönnum, við erum búin að vera í þessu Víkingadóti í 100 ár, sko. Ég er að segja það. Þetta er ljótt. Þetta er þreytandi. Já. Þetta er nefnilega þreytandi. Tökum við ekki bara næst The Real Vikings eitthvað, þú veist. Jó. Var vélinn merkt loftleiðir Icelandic? Já. Já, Icelandic eða eitthvað. Nei, það stendur hérna loftleiðir Icelandic. Já. Þetta er vélinn, leiguvélinn. Ég held að Liverpool-liðið fór til Dubai á þessu, á sín tíma. Já. Þetta er nefnilega, já, það eru flott, maður sá myndir innan húnni, þetta er ansi flott. Já. En ég náðist að manna áhöfn. Já, hann náðist að manna áhöfn að sjálfsögum. Já, heldur þú. Það er bara flott. Það er sneiðar hérna. Já, þetta var svolítið svona... Nei, ég var bara... Förum aðeins aftur til ásins 1994, Hjálmar. Þannig ert þú hvað, 30? Nei, ég er ekki 30. Þú ert að 30-saldri. Ég er 21 árs. Já, 21 árs, já. Á 30-saldri. Já, og ég er að vinna í Molde í Wales sem þjónn og hérna sem er bara algjör pínlildstæður í Norður Wales. Já. Og þar var HM náttúrulega 94 í Bandaríkjunum og náttúrulega var svo svekkjandi að englendingar voru ekki. Og ekki skotar og ekki Walesverðir og ekki neitt. Það var ekkert og það var einhvern veginn, þetta HM bara flaut svona framhjá þeim þarna Bretunum úti. Við vorum að horfa á þetta alltaf, horfum á hvern einasta leik. Þetta var stórkostlegt HM og ég er með sko mín mesta minning frá þessu HM. Það eru Búlgarinir. Já. Þú veist, það var, og þarna var í svona fyrsta skipti einhvern veginn að upplifa eitthvað annað en þessi kommersial fótboltalönd. Veit hvað ég við? Allt í nú voru Búlgar, voru ekki undanúrslitunum. Og svona, þú veist, þetta var svona mér varst það geggjast. Já, þú kynntist líka náttúrulega á vissan hátt Kamerúnanum 4 árum áður að sjálfsögðu. Ég er að segja, Roger Mia. Já, og allt það. Við förum á eftir förum eftir yfir það. Förum á eftir en ég bara að segja að þetta HM var stórkostlegt. Það er eitt sem er svo gaman að við að horfa á myndina frá 94 því að Skechers eru með doktorfútból. Já. Að nú er Harry Kane verið í Skechers-skóm á HM. Við erum auðvitað með Antoni Elanga, hann verður í Skechers-skóm. Við erum auðvitað marga tyrkneska leikmenn sem er í Skechers-skóm. Það sem að gerir þetta svo skemmtilegt að horfa á 94, það er ekkit allir í því sama eins og í dag. Nei. Ég held að Esi er í New Balance eða, kannski Saka er í New Balance. En þú veist, heimurinn miklu fátakari af þessum bröndum, það er að segja skóbröndum. Þú veist, ég meina hann hvað heit hann Balbo, sendir inn í Argentínu, hann var í Kronos sko. Já. Balboa. Hvað heit hann eftir? Balbo, Abel Balbo. Skiptir ekki máli. En ég veit hvað við. Og ég sá að Skechers voru að kynna þessu nýju skó hjá Harry Kane. Þetta er þeir tóku bara eitthvað besta gæjan hann okkur frá Nike Adidas og sjóðum bara að fara að búa til skó. Sáu þeir nýju Nike ölsikuna í gær? Hún rosaleg. Voru búin að sjá hana? Já, hún rosaleg. Þetta var bara svona mini bíómynd. Já, ég held að Danni að vera að setja þetta á exið. Geggjuð. Og svakaleg. Já, þetta var, hvað var þetta, 7 mínútur? Já. Steph Curry var að gera samning við Li-Ning. Asíst skófyrirtæki, 10 ára samningur, 400 miljonir. Hvað fannst ykkur mest cool dæmið í þessari Nike-ölsingu? Mest cool dæmið? Þú ert með eitthvað sem ætlar að segja. Já, ég bara, hvað fannst ykkur mest cool? Hvað fannst ykkur, af því að það var svo mikið að sequensum í þessu? Mér fannst Holland dæmið bara flott. Þannig að með þá félagana? Já. Hver er þetta með honum? Nei, já, nú Channing Tatum. Já, Tatum, einmitt. Hann leikur bodydog hans. Já, þetta er rosalegt. Ég held, þið er ekkert búin að sjá þessu sko. Það kemur þarna, þetta er nýr Gaupi, hann er alltaf búin að sjá alltaf veit allt. Þetta er nýr Gaupin. Er vargurinn að verða Gaupin? Já. En Gaupi, það er eitt atrið þarna sem að LeBron James og
og Ronaldo að rífast það að segja þegar the GOAT hættir eitthvað svona handrit þeir fara svona rétt að hvora öðru þetta er þín og þarna hefur myndast óvæntur vinskapur milli LeBron James og Cristiano Ronaldo tveir menn sem eru mjög háðir þessari umræðu en nálega aldrei að toppa hana Já, maður veit svo sem ekkert það en það verður áhverð hvernig sagan mun fara með Já þegar sem ég heldur mun fara með sko þegar ég og Hjálmar byrjum að fylgjast með íþróttum Portugal var bara eitthvað bull núna, frá að Cristiano Ronaldo stegi upp á sjónasvið þá var farið upp úr riðlakeppni 6, 10, 14, 18, 22 þetta hefur maður aldrei geta látið sitt ekki enginn að pæla í því hvort að Portugal hafi farið upp úr einhverju Nei, ég meina þeir voru ekki með alveg svo þú veist ekki hvað við enduð í 4. sæti Nei, ég veit að þeir voru ekki með Portugal voru bara það var bara ekkert að gerast í Portugal Portugal voru bara fátækir og maður var kannski að senda einhverju smá peninga þetta í aðskil Jú þetta var ekkert í gangi þetta það var bara Rauðikrossin til styrktar krökkum í Portugal og það var bara raunveruleikin og þó nú ertu bara með allt annað heim og það var bara alltaf að maður gefa eitthvað gamla fylgistreyjur senda þér umgað yfir Já, þú náttúrulega, ég hef alveg verið til að vera tómbóluna sem kom frá þinni fjölskyldunni það hefur eftir að vera eitthvað flott til þetta eru breyttir tímar það er ekki lengur hleið af Portugal þeir eru Evrópumeistarar og þjóðardeildarmeistarar líka mögulega heimsmeistarar í ár, sjáum til Já, Hæfnir Eid Alfreðs fyrir þá bestu bossiðinn fær ekki að vita því ferðin á Alfreð og skráir þig og draumastarfið það getur verið búið þér Gunni Birgis, ertu í draumastarfinu? Er eitthvað sem þið langar að gera meira? Bara í draumastarfinu? Já Ég er í því Þú sem þjálfari sem broadcaster og allur pakkin og þú böndit Hvernig er samt að vera svona frægur? Og náttúrulega hjá Brynjar Ben Hvernig er að vera hjálpa til Já, heldur betur Hvernig er að vera frægur? Fyrir það sem við það Segð þú mér Nei, og þið tveir Þú ert náttúrulega Já, þið tveir eru Nei, þú ert alltaf Hvernig er þetta? Að þið ert svo ungur Hvernig er þetta? Hvernig er þessu að ferja á djammið og svona? Er ekki allt vitlaust? Nei bara aldrei lendi því Áreiti G.Birgis mætti bara vargurinn á sveðinu það er frekar eitthvað svona einhverjum grínarar sem að apa allt upp eftir þér og Sigurður Bond vargurinn bara mætti þetta er mikið og maður hefur smá áhyggjur af þeirri þróun ég get alveg veikund það Meirut sem var Hjálmar bara aðeins sko 1994 þú veist með kynlífsvíkilinn Bill Clinton þarna og þú veist 1994 við erum svo að 2 ár frá Basic Instinct rosaleg svona kynorka í heiminum á þessum tíma basic, eins og ég sagði Basic Instinct og þú veist allar bíómyndar voru alltaf svona svo kemur Eiðni og það er svona aðeins hvernig var heimurinn 1994 þegar þú síðast í Ameríku? Já sko, ég verð að segja að þetta var eiginlega samt prime time þetta var alveg, þarna voru þessar grettumyndir að detta inn líka óbærilegu léttleiki tilverunar mannstu þetta henni? Nei. Hún var þannig kringum þennan tíma líka það voru svona þetta er besta bíóár þetta er svo geggjað bíóár Forrest Gump nákvæmlega Perfection Mask Pulp Fiction Pulp Fiction þannig að þetta var alveg svona þetta var rosalega góð tíma svakalegasta ár bara sem hefur verið og svo ertu náttúrulega með 50 ára lýðveldisháttíðina á Þingvöllum ég var ekki sko með svona 115 ára ömmu mínu aftur í bílum í svona 8 klukkutíma nú fóruð þið já ég misti af Þýskaland Bólivía bara það var rosalegt dæmi bara misti af því þú hefðir ekki viljað sleppa því í dag jú, við fórum aldrei út í bílum það var allt stopp mannst ekki eftir þessu jú, ég mann eftir þessu já varst þú einn af þeim sem lendi því já, bara var stopp allt tíma Jesus pappi, þú veist pappi ákvað að fara með ömmu þarna ég segi, ég kem bara með lífið til sátíðin fór aldrei út í bílum en allavega þetta má aldrei endur taka sig aftur þetta má aldrei endur það var verið að passa að kóngarnir og svona frá Danmörku og Noregi og eitthvað svona myndi fá að koma beint í gegn Ísland að reyna skipuleika eitthvað svona 1994 þetta er bara ekki séns horfandi á þessa myndir sem var komið út 1994 eru bíómyndir, er það dauð listgrein? Já, verðist vera af hverju er það? Sko, ég veit ekki ég fór, held ég, svona 4 sinnum á True Lies í bíó
það var að því að í tvígang reyndi ég að fara á Drop Zone með Wesley Snipes en mér var sagt að þessi mynd væri bönn og ég mætti ekki fara á hann þannig að ég þurfti bara að fara á ég sé þetta svo mikið fyrir mig já, af því að Drop Zone maður, það var mynd þvílíkt ár, þetta var rosalega Disclosure, önnur Grettumynd Demi Moore og Michael Douglas sem gerði mikið út úr þessu sko þegar þú hugsar HM hvaða leikmenn fáðu til hjartaði til að slá aðeins örar? Já, þú veist, ég með listaði bara 11 manna lið og þetta er ekki bestu leikmenn þetta er ekki svoleiðis og menn sinna alvar hreinu ég nenni ekki að fá, byrju, hvernig gustu ekki tekið ég fæ þetta 100 sinnum alltaf ég verð að segja, í markinu hvernig gustu sliftum, það er Buffon það er bara, ég get ekki, bara Buffon kallar alltaf HM ég hef alltaf farið til Kamerún eða ég hef farið í Chile já, ég veit hvað átt við, þetta er að segja þú byrjar strax, ég var að segja þetta var leiðum mér að klára við vorum að dæma þetta rétt en ég var alveg að hugsa, Dino Sof hann kallar alveg rosalega eins og geti bara ekki sleppt honum vörnin, Bremi Andrés Bremi, blessi minning hans já, bara absolutt ég verða að vera með Bremi og ég hugsaði að ég sé þessa mynd þarna á honum í treyjunni þessa hérna, veit ég, þessum er að horfa að sjá hana þetta er bara svo geggjað það er alveg ikonik svo er ég með Cafu Cafu er HM þegar þetta 94, þetta taka HM þarna og þetta var stórkost geðvitt pikk Cannavaro mér finnst það bara að vera svo mikill þetta var svo mikill HM-kall og svo flottu líka og nettur miðjan fyrir mér já, bara þrjáfvörn langaði ekkert að henda Jörgen Kólerarnin jú, alveg fullt og ég var með lista sko. alveg fullt af leikmann Jörgen Kólerar er geggjasjátt en svo verði ég að vera með Gassa grátandi 1990 Ítalíu missir á 94 þú veist Tárin í Torino er það sem byggur til auðvitað enska bolta ég meina að enski boltin er bara í þvílíku bulli svo verður bara Tárin í Torino og 2 ára setna er enska úrvalsdeildin til 92. Og bara fúff svo er það Maradona sem er bara ég er ennþá að reyna að upplifa HM 1986 veit ég hvað það við? Bara eins og að, þú veist, þetta var sturla moment bara eins og þetta hafi gæst í gerð þetta var bara svo rosalegt að sjá hann svo er ég með Lothar Matthaus já, Lótarinn er alltaf Lótarinn er HM hann er bara HM það er bara alveg, þú held aldrei með Þýskalandi þoldi ekki Þýskalandi en ég er með 2 þjóðverða það er bara ekki að sleppa þessu rosalur svo er ég með Stoichkov út af 94 það bara setur fast í mér og þetta er oft svona, maður oft hugsa í gamla þegar menn voru að tala þessa Puskas og þessa kalla, nú er ég svolítið að gera það sko, tala einhverja sem engin mann eftir eða eitthvað en þetta er samt, þetta var ótrúlegt moment þegar það koma svo langt þetta er svo mikið íkon í Búlgaríu alveg svakala, svo er ég með Pála Rossi heitinn bara þegar hann ég ætlaði að hafa hérna, blessi minning hans Pála Rossi, ég gæti ekki sleppt hann sko. Og síðan er Roger Mia sjálfsögðu fagnir við hotfánan og það voru allir bara, það var ekkert internet þegar þetta gerist sko. Og það voru menn bara, hver er þetta maður, hvað er að gerast og það fossitin átti að hafa náð í hann og beðin um að spila það ekki þetta var svo skemmtilegt þetta var og engi vissi nákvæmlega hvað hann gaman en samt sló hann út með og hann lúkkaði samt alltaf fertur lúkkaði alltaf fertur en hann var ekkert eitthvað þreyttubind eða hann var alltaf þreyttur það var svona einhvern veginn bara við hann og geggjaður sko Carlos Valderrama er svona það sem maður aldrei síðan nema HM nákvæmlega en svo er ég með, ég gæti ekki sleppt honum það er Ronaldo gamli ég bara gæti ekki sleppt honum þú veist, fyrir mér er þetta bara þarna 2002 og það sem er bara, þetta er bara, ég get ekki sleppt honum þetta er bara, ég hugsa alltaf HM hann en Sókrates og Síko málið er það, ég hef aldrei stutt brassana á HM ég hef aldrei verið einhvern veginn í brassa svona dæminu þannig að þeir voru ekkert að toga svo mikið í mig en auðvitað er þetta náttúrulega algjör legend en þú veist, maður var alltaf að fylgjast með skotunum englendingunum og hugsaði ekkert Cornejo í Costa Rica markinu var þessu titlingu jú, þú veist, bara, ég meina Schumacher atveki hérna þar sem hann hleypur hann hérna frakkin þú veist, alls konar svona hluti sem ég hefði getið verið með svona 400 manns þetta er rosalegt þetta var geðveikur listi og við erum að skoða hérna mynd af Ronaldo fyrir framan okkur þeim brasilíska og fyrir aftan hann Heilagur Marcos sem var óvænt aðalmarkmaður Brasilíu því að Luis Filipe Scolari elskaði hann Dita var þá eitt besti markmaður í heimi og hann setti Heilagur Marcos í markið og svo Heilagi var á hnjánum og maður hafði aldrei þú veist, þó maður var 22 ára þarna þá fannst maður þetta samt geðveikt að sjá hann tala við aðri máttavöld lengi fyrir þetta allt saman þau hjálpa
Þau hjálpa heldur betur. Herðu, við slum halda áfram. Ég var að heyra Dominos. Dýrlín. Já, þetta alltaf skemmtilegt. Múrbúðin með doktorfútból og múrbúðin þar sem að harðhausarnir eiga heima, sláttuvélar á betra verði en varúð fyrir ykkur sem ætla að vesla í múrbúðinni. Það sama verð fyrir alla. Passi ykkur á því. Áður en farið í múrbúðina, það ekkert eitthvað, þú ert ekkert merkilegri og ert pípulagningameistari eða eitthvað svona. Það bara sama verð fyrir alla. Bara vara fólk við því. Getið þið tjekkað, svona einhver mosatætari þarna? Já, það mosatætari. Heyrðu, ég þarf svona... Ég svona að gefa pappa þetta. Já, það mosatætari. Já, geðvægt. En frá Hekts, það ekki leið? Það eru bestir eiginlega? Já, það alltaf góð mínum. En þeir voru skilabóð frá múrbúðinni. Kannski óvænt áfram konur bara flott skilabóð. Vonandi stuða það ykkur ekki? Nei. Kallana mína Aldrei áfram konur. Sara Björk á leiðinni í Hauka. Því líkt sæning maður. Hún hafði engan áhuga fyrir Breiðablikunni. Það bara Hauka hjartað. Já, alveg klálega og ég held að það hafi verið alltaf valmöguleik eitt hjá henni að fara aftur heim í Hauka að þetta nú svona gagnkvæm ást þarna á milli og uppalinn þarna og ég held að sé bara frábært skref fyrir bæði félag, vonandi bara verður þetta félaginu til heilla. Hún náttúrulega alltaf góð til að spila þetta. Heldur hún verið ekkit frústreruð svona eða er hún kannski ekki svo típa? Það bara kannski að koma í ljós. Þú veist, það ágæti skjá á milli fyrstudeildar og úrvalsdeildar. Þannig að það verður bara svolítið að koma í ljós hvernig hún kemur inn í þetta. Ég þekki bara, ég verð að viðurkenna, ég þekki bara ekki levelið sem hún hefur verið á. Hún hefur náttúrulega alltaf haft það með sér, hún er alltaf í toppstandi. Var hann ekki á Juventus bara fyrir 2 árum? Jú, 2 eða 3 árum. Hún er búin að vera að núti í Al-Qadsa. Hún er með einkaþjálfari minn, Kitty, hann segir við með að hún sé með svona elítkviðstyrk. Hún sagði bara ávið bara það er bara 0,2% í heiminum með þennan þannig að hún er superfitt. Hún har alltaf verið superfitt. En því ég meina, ætla verið ekki frústrerandi að hún vil fá boltan einhvers staðar og boltan verið aftur fyrir markið. Jú, það er ekki bara, það er veist það því að Jóndaði Böðvar svona þessar Ég held að þetta sé alltaf mjög erfitt þegar þú ert að koma úr svona topp level umhverfi að fara í með fullri virðingu, fyrstu deild ekki í efstu deild bara. Ég held að sé alltaf erfitt en kannski er bara, hausun á henni stiltur á þetta verkefni. Hún klárar þetta bara fer með þeim upp og svo heldur hún bara áfram þetta verður geggja sæningunni. Þetta er rosalegt. Ég nokkuð veist að Haukar eru efsta náttúrulega í lengjudeildinni þannig að þetta verður á það bætandi en hún náttúrulega getur ekki byrjað að spila með þeim fyrir en 15. júlí þegar félagsskiptaglugginn hvernig hann að spila í kvöld og sængiringurinn Sveindís Jane ekki með? Nei. Er hún þá í Sandgerði bara í recovery eða? Já, ég er nokkuð vissu það. Hún og Rob Holding eru væntanlega bara þar gerir það fyrir. Á strandgötunni? Já, ég held að sé bara strandgötunni. Sko, leikurinn er klukkan 4. Það er real strandgötur. Já, það er til nokkra strandgötur. Leikurinn klukkan 4 í beinni útsendingu á RÚV. Þetta er mjög mikilvæg leikur og Er þetta ekki walk in the parkunni? Nei, þú veist, úti á móti Úkraínu og með allt sem á Úkraína. Já, þetta er hlutlust völlur og svo er ekki eins og þessi útivelli sé eitthvað. Ég held að þetta sé 1,5 klukkutíma frá landamærunum að Úkraínu. Ég held að rúlum yfir. Þetta er í Mielec. Þekkjandi Úkraínu meina þá fyllaðir völlin. Já, ég ger hún alveg fastlega ráð fyrir því. En svo er náttúrulega mikil spenna líka fyrir leiknum 9. júní þegar að bara besta kvennalandslið sögunar. Já, þú veist, ætla ég að segja. Spánn kom í heimsókn á Laugardalsvöll þær hafa sendt gefið svolítið eftir maður sálu mun eftir þess að Jorge Vilda hætta þjálfa þér það var ekki í sama tempo Nei, það er alls ekki þannig og þessi kvennalið er eiginlega við sáum úrslitaleikin hjá Barcelona og Lyon þar sem að Barcelona pakkaði Lyon saman þessi spænska bylgja hún er komin til að vera og þær eru bara lang fremstar í kvennafótbolta í heiminum í dag Þú voru væntanlega mættur þarna það geti rétt að fremstur fólki að styðja á þriðjudaginn já, ég styðja, já og ég er nú að þjálfa stelpur upp í Breiðabliki, ég ætla nú að reyna að koma þeim líka á þennan leik, það er erfitt af því að KSÍ er með mjög harða reglu að það er rukkað inn á þessa leiki Já, það er eðlilega Já, eðlilega, en ég meina það gengur auðsjáanlega, ég meina við horfum á Englandsleikin, þau náðu ekki að fylla stúkuna samt er það næst besta kvennalið í heiminum
það augljóslega gengur ekki. Þá annarkvort lemur og höfðinu bara ennþá fastar í steinin eða þá þú reynir að breyta eitthvað taktík. Ég held að sé ekkert að því að prófa að hafa frítt á svona leiki. Heldur að miðaverðið færi frá. Er það? Alveg klárt mál. Ég held að sé bara ekki nokkur spurning. Og það en ákveður áttu að vera frítt, þetta er bestalegi heima að mæta 100%. En af hverju mætti þú ekki fleiri á Englandsleikin? Get ég spurt á móti? Ég veit það ekki. Nei, þú veist við verðum að fylla völli núna maður. Þetta er spánn og þetta er alveg undir. Við sjáum til. Ég trúi ekki öðru. Ég held að Ég er bara svo fegin að Freyr Alessandursson sé ekki lengur að þjálfa lið því að maður var bara alltaf með kvíðakast þegar maður var með börnin eitthvað þegar að það verður alveg það sama. Það var svo mikið pressa og fara á völlin. Það verður alveg það sama. Það lét mann heyra það. Ég meina, við erum nú bara að skoða myndina fyrir framan okkur núna og það er náttúrulega ekki selt í sína stúkuna. Ég geti sagt að borga 8.000 fyrir flottustu miðana er ekki raskat. Ég veit allt þannig að Gunni, bara áfram konur, áfram KSÍ segja. Guðminn almáttugur. Hvað viltu gefa þetta? Já. 100%. Það meikar svona ekkert senskunni. Þá ertu að nú er kallakallir. Já, ok. Nú verðum við að setja aðeins að England voru að spila hérna og það var ekki vont veður. Nei, það var einmitt alveg sturla veður sko. Við lýstum úti og Kjartan Henry. Nei, hann var bara mjög flottur. Völlurinn? Já. Völlurinn er geggjaður núna og landsliðið er frábært sem vegum. Þannig að hérna og fyllum við völlin. Ég segi áfram konur áfram Ísland. Ég gera það sjálfsögðu líka. En ég er að hugsa í lausnum hérna sko. Það er kannski ekki vinsælt, ég veit ekki. Kannski er engin salur fyrir því. Það er nefnilega málið, það verðist ekki vera neitt salur fyrir ykkur sem er að hugsa í lausnum. Það verðist í miður vera búið. Slum henda okkur örstuð í smass eða pass. Smass er súkkulaði húðuðu hattarnir sem að allir þekkja einmitt frá Víkingalandinu Noregi. Já. Það sem Víkingarnir verðast vera bara konum með nýtt lögheimili. Þú verður reiður, ég veit það. Förum í smass eða pass. Við sáum öll vandamál Arsenal í síðustu helgi þegar að Paris Saint-Germain fóru í fyrirheitnalandið í annað árið í röð. Ég ætla að fá maður með smass eða pass. Marcus Rashford í Arsenal. Smass eða pass? Hvað segir við því? Þetta er enda Þetta er bara, ég var bara að horfa á leik og ég var bara, þetta er gott. Það er engin hraðið þarna, það getur engin gert neitt þarna frammi. Ég held að myndi ekki. Það þarf að koma 3 nýja, Marcus Rashford, smass eða pass. Minnst það bara briljant. Af hverju pass? Bara, við þurfum ekki á Marcus Rashford að halda. Við erum með Bukayo Saka, Noni Madueke getur komið inn fyrir hann. Trossard og Martinelli náttúrulega að fara báðið. Já, ég meina, já. Það verður náttúrulega... Morgan Rodgers verður væntanlega sóttur og svo gerir ég ráð fyrir það að koma inn. Hann verður væntanlega kveiki framlínunni sinni og kaupa nýja. Nei. Hann keypti miðjumenn og sóknarmenn fyrir 200 milljónir punda og enginn af þeim fékk að byrja. Og skýrslan er svört. Skýrslan er alls ekki svört. Það er einmitt hagnaður á þessu ári hjá svona en alltaf leið. Marcus Tavernier, smass eða pass fyrir Arsenal? Leikmaður Bournemouth. Já. Nei. Er það smass eða pass? En okkur ekki. Það er leikmaður Bournemouth. Mér finnst það bara briljant. Arsenal er bara komið í alltaf aðrar hillur. Þú veist, ef þeir myndu taka einhvern Bournemouth þá myndu þeir taka Kropi. Gæti hann ekki veitt Martinelli og Trossard aðhald? Heldur betur. Getur ekki séð það? Ég held að það séu nærið að fá hvarat skilja í liðið sitt sko. Já, en væri þetta ekki ekta maður fyrir þá? Harvey Barnes í Arsenal, smass eða pass? Ég þóli ekki þegar þú ert í þessum gýr sko. Hvað meinar þú? Ég er bara hugsa hraðar, þú er bara hugsa hraðar af því að ég sá hvað vantaði og ég er bara doktor að reyna að laga það sem er að. Já, mér finnst það bara Hvað segir þú? Harvey Barnes, smass eða pass? Ég segi alltaf smass. Smass eða pass? Mér finnst það bara Harvey Barnes. Já, þetta er pass. Félagans Anthony Gordon fór til Barcelona. Já. Prúven Premier League. Hvaða frammerja viltu fá sem er raunhæfur? Það þarf að koma 4. Nei, það þarf að áflóta Jesus og svo þarf að fá inn bara einmitt, þú veist, Krúpi. Þú veist, Jökuris í gær fyrir áleika móti Nei, ég var ekki að horfa á Gríkunum. Það var rosalegt. Það var agalegt í Bournemouth.
Ryan væri kannski hann 19 ára. Fer hann ekki bara til Liverpool núna þegar að hann komið þangað? Já, og bæta þá við fleiri 100 milljónum í framlínunum sinna. Já, þetta erfitt að rekrúta þetta. Ég var að segja að Arsenal keyptu miðju og sóknarmenn fyrir 200 milljónir pund. Mér finnst það bara, ég er ekki að gera grín að ykkur, mér finnst það bara fín pikk að kjöpa. Mjög fín. Hraði. Hvað drepur? Hraði. Já. Það er nefnilega þannig. Já. Það er hraðin sem drepur. Já. Þetta þú heldur alltaf undir ykkur ára. Nei, minna mánu fannst það. Ákveður gáttur aldrei ókn á bakvið. Það gáttur aldrei ókn á bakvið. Horfður ekki að leikinu? Það er svo mikið tala um þetta. Gaupi, sástu ekki leikinu? Svo leikinu. Gaupin okkar. Rosa, þegar fyrir leikin var alltaf að tala um þessa ógn í fremstu þremur. Þeir fá ekki færi, allan enginn. Já, fisk á víti. Já. Og vítið sem tryggði Parísarmenn aftur í fyrirheitna landið. Já, ég var að pæla að henda Garnacho hann átti bara þannig lélegt tímabil að hann á bara ekki heim í þessu samtali í dag finnst mér. Nei, hann var hagalegur. Förum aðeins í íslenskan fótbolta. Já, Albert Ingarsson klúðraði aðeins hvað Luke Ray kom með mikið af mörkum og stóðsendingum því að þau eru orðin miklu fleiri en við sögðum. Því að Siggi Helga, hann hefur verið að fara yfir teipin og hann er búinn að laga alla tölfræði sem kemur að Luke litla Ray og það sé bara á hreinu kjarnafæði, saman grillum við, saman vinnum við, saman töpum við, saman erum við Ísland. Nú, kannski skrítið að stemningin í þjóðfélaginu virðist vera rosalega mikið með veðmáladeildinni. Þessari episku veðmáladeild og að kvöld erum við með HK afturöldingu og meðan að staðan eins og hún í bestu. Þetta var auðvitað úrslitaleikur í bikarnum í handbolta 2001. Hvernig fór sá leikur? HK vann þann leik. HK. Eftir að afturölding var búin að eiga þarna alveg stórkostlega tveimur árum áður. Þetta er einmitt sáleikur. Það eru til, varstu á þessu leika? Ég var á þessu leik, já. Það voru nefasamlokur þegar ekki sem í lókleik. Já, í lókleik. Já, það er til upp á rúf. Ég er að finna Árni Randvers, mikill HK-ungur, við vorum að fletta þessu upp daginn og þá var verið að fleia þess á nefasamlokum hann eftir leik. Það var líf og fjör í þessu. En já, þetta er alveg dögt í dag. Þetta var kvöldið hans spjöka. Þarna fekk þjóðun að kynna spjörgunni Páli Gústafssoni og það er 23 ár síðan. Síðan þá hefur hann snúið baki við HK og ég veit ekki hvað, hann er búin að vera Haukari, Framari, Valsari og allt síðan þá. Herðu, hann lofi ég sambyggi. Hins vegar, þessi leikur HK afturöldingu, Hjálmar, þú sagðir maður fer bara í ákveðnar stellingar þegar maður heyrir þetta. Bart Koistra kom aftur í kórinn. Þetta verður svakalega leikur. Ég hissa að þið skulle ekki vera að leiða leikmannin inn á og væri líka að kynna, þú veist, þið væri svona, þú veist, að labba og væri að segja hverju það væri. Ægum við að láta útiliði kynna. Já, það væri bara skemmtilegt. Það væri svona að labba að sé hverja leikmannina. Ég hefði áhuga á því. Það voru einhverjir mótsetlingar sem að ringdu í mig fyrir þátt og spurðu, ætluðu bara að gefa þér plattformið allavega, að ef þú vilt henda fram einhverju afsökunarbeiðni? Jesús, út af því unni Fylki. Já, þú sagðir að Fylki myndi ekki fá á sinni mörg. Jú. Nei, þú sagði bara að Fylki fær ekki á sig mörg. Nei, ég sagði, það er áhugjefni. Hvað afturölding er búin að fá á sig mörg í svona fáin leikjum. Þessi eini leikur. Þannig að ég setti það fram, já. Voruð þið búin að heyra hvað inni púkarnir alltaf gerir í kvöld? Stundismenn HK. Þeir ætla að vera með Saga Natúra. Þannig að Ingvar Hrafnsdótið að þjóttu pissa á náttúru og fleiaði í Birkir Már Sávarsson. Og það er náttúrulega gaman. Verða bara með Saga Natúra allan tíman. Þetta er börn frá HK. Þetta eru bara inni púkarnir og svo kurvan fyrir aftan hún verður líka með eitthvað. Þannig að þetta verður leikur. Ég get alveg sagt ykkur það. Svona pjúrista leikurinn í þessu umferð eru Völvararnir á leiðinni vestur. Vestri Völsungur. Það er skemmtilega leikur. Svo morgun Fylkir Þróttur. Strákar. Herru, hvað gerir þú þá? Ég held alltaf, ég fyrir hafinn haf. Þetta er að fara. Nei, ég er alltaf í Árbænum þarna. Ég fer alltaf upp í Árbænum. Þróttur 4-0-7. Já, ég held að sé líka alveg menn áttu sig alveg þetta slísa mútið afturheldingu. Auðvitað lenda mennin í stundum að renna en pikka þetta fljótt upp. Það er ekki bara eins og í læginu, ég hljóp svo hratt að ég hrastaði og datt. Það er ekki stundu þannig? Jú, það er stundu þannig. En þetta verður ángriðs, ég held að þetta verður frábær leikur. HK er náttúrulega að koma mjög slæmi tapi og afturölding að koma frábærum sigri, þannig að þetta verður svona
Ég held að þetta verði opið og skemmtilegt. Það svona mín tilfinning fyrir þessu. Ægir Leiknir tvölið sem er frábæran sigur í helgina. Já. Síðust. Ég held að Leiknismenn taki það. Já. En eins og Gaupi, hefur verið impressed af Ægismenn? Já. Verður ekki að vera það? Jú. Bara neina búin að styrk. Menn voru bara að dæma þá bara strax niður, bara með 0 stig, fannst mér. Völsungur og Ægir myndi fara bara beint niður. Völlararnir kannski beint niður, sem að verður nú held í raun. En sko, það gleymist ekki þessi frábæra byrjun Völlararna, 2 jafntölu. Maður fekk alveg sneiða fyrir eitthvað sem staðist var sagt hérna. Menn mannmátt okkur og það má aldrei vanmeta Völlararna. Ég held að það sé ágætis. Ég óttast það mikið að Völlararnir, já. Þetta getur verið brekka. Já. Afturölding Háká afturölding. En Afturölding sjáu þið með 13 mörg ásig. Pæliði, Afturölding getur bara svolítið skilið HK eftir, sko. Já, ef. Það er þess að frængur ef og hefði. Og það gerist nú ekki ofta að HK tapir 2 leikjum. Eina liðið með, þeir eru með hvað, 1 jafntefli og 5 sigra í síðustu 6. Já, það er þannig. Þannig að það var einhverjir að hlæja og gera grína þegar töpuðu fyrir í einhverjum slysaleik í fyrsta leik, en þeir eru mættir á toppin og ég spáði þeim beint upp, þannig að það er kannski eitthvað takmarka. 7 fyrir búin að passa það nú, passa hvað að segja næst. Þú veist, búin að skora 22 mörg og fá 13 á sig, þetta er bara partífótbolti hjá Magga og félögum upp í Mós og maður er bara spenntur að sjá hvað er alltaf bjóð upp á í kvöld. Já, það verður eitthvað rosaðið sem þeir eru bjóð upp á í kvöld og ég hlakka til að sjá það í kórnum. Já. Ég verð þarna upp í bóksinu mínu. Já. Er mér bóðið þangað? Nei, það er ekki bóðið þangað. Það er bara fyrir heima stundismenn. Já. Við erum ekki með einhverja menna æsi og eitthvað. Nei. Var það ekki skrítið? Jú, það er mjög skrítið. Piers Morgan fekk sæti í bóksi á Selhurst Park. Já, en það er Krista Palas kannski, ekkit. Það er ekki beint, það er sama. Hann tók svona Salt Bay moment. Það var svona hans Salt Bay. Declan Rice hljóp til hans með medalju. Þetta var svolítið humiliating. Þetta var hans Salt Bay moment og það var bara ósnúin til að mikið það. Declan Rice hljóp til hans. Saltarinn fattaði upp á þessu og þá mætti hann og hermdi eftir þessu. Og það má bara segja respekt. Harrasti United maður heimsins, Mark Olbrich, hann bara gatt samglast Arsenal innilega. Það væri fallegt ef þú myndir gera það líka. Já, ég er búin að gera það. Heldur betur búin að skæða. Sjáðu Salt Bay. Það var svo iconic moment. Þetta var iconic moment. Það var alveg geð. Og hann stráði salti yfir byggarinn. Þetta var geð. Ég skal segja ykkur það. Við skulum bara í vinnir og lúsera vikunar. Já. Gerum það sjálfsögðu með Erninum gólfverslun þar sem að allt fyrir gólfið fæst, þvílík búð, þetta er eiginlega bara eins og minnum við stundum á gamla góða Miklagarði, það er svo mikið um að vera það, alltaf stuð, alltaf fjör. Ég er að fara að kíkja það náður, ég er að fara að kíkja á Rabbi. Já, við slum bara að fara að kíkja á hann fljótlega þegar hann má vera að því. Já, við lefum honum að stýra ferðinni. Oft sem að hann má vera að því að vera í búðinni. Þannig að kíkjum á hann, herri drengir. Ég er meira fyrir Albert, the big man, the dominant big man. Við spiliðum náttúrulega með honum eða ekki í Borgarnesi. Stóri maður með góða tötsið. Ef ekki vinnar, er ekki Dóttur fútból vinnir eftir að vunnið til hamingju spurningkeppni. Á stórkostlegt hjá okkur, virkilega vel gert. Ég fekk mikið sent Tyrese Halliburton frá Paris, when you get an A for a group project and you didn't do nothing. Ég fekk það mikið sent í gerð. Það er bara ósengjant. Nei. Það er bara bull. En veistu hvað ég gerði? Þegar mamma mín hafði lent í svo miklu vonbrigðum með að bróður minn fokkaði upp svona spurningkeppnum. Ég hringdi í hana, löngu áður en úrslitaleikurinn fór fram og ég sagði, mamma, við unnum. Og svo, hvað áttu við? Ég sagði, bara, við unnum. Bardaginn hafði ekki farið fram. Það var bara því ég vildi ekki hafa hana einhvern veginn stressaða í langa tíma að bíða eftir úrslitaviðureign. Ég sagði bara við hana, ég var við unnum. Og bara, þannig að hún gat farið silkislög og vissi hvernig þetta fór. Þetta veist mig geðut hjá. Arnold gerir þetta líka við mömmu sína alltaf, með bodybuilding. Ég ætla að velja vinnara, það er náttúrulega þessar opnunarhátíðir, fyrir opnunarleikin í hverju landi verður svona ákveðin hátíð. Við erum með í Mexiko, þar erum við með Shakira og Burna Boy. Shakira. Í Bandaríkjunum erum við með Katy Perry og við erum sömuleiðis með rapparan Future. Game time. It's game time. Í Kanada, Michael Bublé og Alanis Morissette. Það eru tvö spakaleg nöfn sem að koma þar. Ég sammála þessu.
Og svo náttúrulega halftime showið í úrslitaleiknum, það Shakira, Madonna og K-pop hljómsveitin BTS sem náttúrulega gert garðin frægan Madonna? Madonna. Hún ekki bara aldrei við Jóhannu Sigurðardóttur? Nei, það ekki grín, hún miklu eldri en ég sko. Hún komin yfir 60. Þetta bara, hún roskin. Hún roskin kona, það gott að vinna roskna. Ég sé Haukar Sigurðar, það sæning, efstir í kvenna. 67 ára, hún efstir í kalla. Eldri en pappi og mamma. Þannig að, þetta eru sigurvegarar með, svo í tennisnum einhver svona sem hefur heitlað ykkur í tennisnum. Ég hef ekkert verið inn í opna franska, ég sá bara Sabalenka vann Osaka þarna. Ekki Sabalenka bara, hún ekki að rúla yfir þetta? Herðu, Serena Williams að fara að koma tilbaka? Nei, herðu, Sabalenka dætt út á móti einhverju Snyder, nummer 25 á heimslistan. Já, hún að íhuga að hætta sér. Ha? Já. Nú ég lítið, af því að þú tattúeraðar allur og svona. Þetta, minnst þetta svo hræðilegt þetta tattoo Sabalenka. Já, það endar, ég samla. Þetta ég samla. Þetta líka skrítið, þetta svona eitt stakt einhvern veginn á höndinni. Svona, því að úr fjarska lukkar þetta bara eins og einhver klessa. Já, þetta einhvern veginn ekki alveg nú gott á henni. Ég náttúrulega minn maður Zverev vonandi á leiðinni í úrslit og mæti þar annað hvort Arnaldi eða Kóbóli í kalla flokki. Einhverju lúsir að vinna, verður ekki að segja Áslaugu Arna að vinna? Jú. Herjá, ég myndi ykkur að við þrír myndum fara saman til Bandaríkjanna í heilt ár. Við kemum tilbaka eins og CC Tops. Ég bara verða að taka hattinn. Þú verður því svo 160 kíló, Gunni 140 og ég 135. Bara óþekkjalegi, við erum óþekkjalegi. Hún frábæri standi. Já, þetta var, maður sér þetta ekki ofta að fólk var til Bandaríkinn og mæti í betra standi heim. Talandi Bandaríkinn og allt þetta ég ætla nú bara að fá að henda inn hérna einu nafni, ég veit ekki, Auðun Blöndal. Já, hann í Atlantic City núna. Já, það nú svona kannski borg sem að hann kom á kortið. Já, að gangi ekki ennum í líta núna. Gaman að fylgjast með þar. Ég farið þangað 2 svar. Já, nú það. Svo að því að ég er búin að vera samgleðis með vinni mínu sem Adam Arsenal og Liverpool og alltaf. Og það vont fyrir mig að segja þetta með mitt 76ers hjarta en nixarar, bara til að mikið saman því. Jalen Brunson ég held samt að, ég verður reyndar getið opnað Epic, hvað núna á að San Antonio Spurs verði meistarar ef að það yfir 1.8 take it ok, 2.12 Sáu standið sem Ben Stiller var í take it, já, ég sá það flottur Spike Lee var líka mættur Spike Lee hann alltaf mættur það verður, Madison Square Garden sætin efst upp í rjáfri fyrir leik 3 sem fyrsti leikurinn á Madison Square Garden hvað þá? Ég veit eitt sem að fara fór á $7,500 hann var að kaupa sér núna ferð þau fór á $7,500 Jalen Brunson var spurður að því hvaða viðburð myndið þú borga $7,500 inn og þá sagði hann Live Michael Jackson Show það miljónkall miðin, ódýrstu þetta upp í rjáfri, ég hef verið upp í rjáfri í Madison Square Garden það sést lítið þar En þú varst að kvartið hvað 5.000 krónur sem þarf að horfa á heimsmeistara Já, það eins og þær Gleymdir aðeins handakunni Nei, útskýrun núna Gleymdur þér aðeins Ég borgaði $25 fyrir miðan upp í rjáfri í Madison Square Garden Þetta bara annar heimur Hvað? Bara heimurinn í dag sem við lifum í, hann bara öðruvísi Þetta úrslita einví í NBA-deildarinnar með New York Knicks eitt sögufræsta lið Það bara fínt lið, hvað einu sem verður meistarar en þetta samt bara eins og Tindastóll þetta bara svona big market lið Nei, small market team, það Tindastóll en New York stór markaður En við nú séð annað þegar úrslitleikin byrjar í körunni Ég ætla að velja líka annan, Adama Strongilas og sjómenn bara yfir höfuð Ég ætla að velja þá sigurvera Adama Strongilas sem mættur út ég held hann sé á Malmö sjómenn, verðum að gefa þeim Allir Grindvíkingar líka Arnar SK líka, allir sjóararnir sem að hlusta á okkur alltaf á Arnari og Íslandsmeistarinn í körfu Dranginni og Malmö nákvæmlega og DeAndre Kane vinnur komin aftur heim til Íslands, hann farin að kalla þetta heim Nei, hann ekki komin aftur heim og rosa líka Grindavíkur samfélaginu að taka svona þétt utanum hann, það eru 2 hliðar á öllum málum og það þekkja Grindvíkingar held ég betur en flestir þannig að það held að sé nefnilega það gleymir stundum þú sagði nú eins og við með það eru 3 hliðar á öllum málum ég var komin ákvæðan tíma
og Ég var að koma þangað tíðanbíl það held ég við ætlum að fara í neyða með Einari Á nógum að vera hjá vinnum mínum í Einar á Dalveginum. Það voru tilbúðsdagar á dögunum og nú er þeir konið í HM-gýrin og allan pakkan. Muni eftir þessu lagi? Nei, þeir muni ekki eftir þessu lagi. Jú, Walking on a Dream. Herðu, spilaði þetta þegar Arsenal var meistari. Er austuríska markamaskinan Tony Polster besti leikmaður sem aldrei verið unnið HM? Nei. Þetta er gott. Nei, ég segi nei, en þetta er samt gott. Ánægð með þessa. Tony Polster. Nú er alltaf verið að taka klám úr þáttunum ykkar. Hvað þáttum? Þínum þarna, í þessum kastalaginu. Nú, hvað er nú? Ég ætla ekki að hafa þetta eftir. Já, ok. Nú, sko, er ástæðan fyrir því að Hjami var ekki einn af heitustum skalla á landsins svo að hann er rauðharður? Þetta var alltaf mjög skrítin listi. Það voru hann að menn sem ég bara aldrei heyrt um. Þetta var alveg fáralegt. Það hefði ekki getað tróðið mann inn þarna eins og þetta hvað, nei, ekki hann. Ekki hann. Nei. Þannig ég skal segja alveg svo þetta var svekkjandi. Ég var eiginlega alveg búin að garantía, ég var á þessu lista þegar ég opnaði þetta. Kunni, Gísli Jörgen spyr, hefur Gunnar mætt í partí í kakókastarnum? Nei, ok, hef ekki verið. Nei. Átt það inni. Já, það reynda líka. Nú, Guðmundur Gylfason spyr, hefur lagið Tolerance and Respect ná þeim hæðum sem Dokk vonaðist eftir og hefur vona á fleiri slögurum. Það er alveg vona á fleiri lögum frá mér. Þegar ég er mögulega að fara í stúdíó. Nú? Já. Ok. In the stew? Já. Ég var í samtíð lag núna daginn. Þess einu nótt, veitur það? Sem er bara ballað. Já, ok. Ég er bara svo mikið peningur í tónlist og maður að sjá bara hvað Egill hefur mikið upp úr þessu. Auðun Blöndal var ekki ríkur fyrir að byrja að syngja. Ástæðan fyrir hann og Steindi geta rukka tvissinu meira en þú hefur húsa er þau með lög. Þeir sögðu mér þetta. Popp inn í einhverja veislu, taka 3-4 lög, jafnvel bara 1 lag. Farnir, taka sama og ég er að berjast í einhverja 5-6 tíma. Fólk kannski í 3 tíma með getur stuð og hei Kalli, bara og þeir eru bara, hver er svo besti og svo bara umslag. Þannig að ég, eftir ég sá þetta þá segi ég bara að fara að ná í eitthvað þessu peningum en ég er ekki með stuðlu. Öll lögin mín eru svona róleg, ballur og vonandi texta sem að maður fær maður til að hugsa. Já, þetta eru allt textar sem fá þig bara, þú verður eiginlega hugsandi allan daginn. Nú, hvað sagði það í heiti? Sáu þið þessa einu sáu þið hérna almyrkvan sem átti sér stað mánamótin, þegar Víti og Gabriel fór fyrir sólin. Hafþór þetta er gott. Burn Gunni, you're gonna hell knocked out. Haffi, ákveður þetta hendi eitthvað burn núna? Hafið séð hérna Aston Kutcher burn. Nei. Hafið aldrei setið hérna gifið? Ég hendi í reglur á menn ef ég á gott burn á mun smáþjóð Króata vinna til verðlauna enn eitt mótið spyrir Ólafur Ólafsson? Nei, allavega ekki núna en getur gert seinna. Þeir unnu, hvað var það? Þeir fengu 3. sæti 2022 og 98. Hvernig fór leikurinn þeirra unnuður ekki Hollendinga þá? Í keppnum 3. sæti. Held það, ég man það ekki. Nú, það er einhver aðna undir við bara fengum Højlund eða ítir á mannin þá getur þú séð hvað hann heitir. Ég get séð hvað hann heitir. Það er þeir sem kommenta undir svona fake nöfnum. Hættum því. Nei, ég er að segja, ég get bara komið nöfnið því að ég sé það. Ég get að ítt og bara ef þú ætlar að kommenta undir einhver nöfnið og sé ég alltaf hver er gæð. Það er skemmtilegt. Skulum endilega virkja það að Já. Tökum þetta út. Þetta er að leiðast sem ég veit um. Það er einhver undur aliens. Ég nefnir ekki að finna það. Er fólk að sofa á Kevin Dans og félagum á Austuríki? Heyrðu, það er enda frábær punktur. Það er gaman að fylgjast með honum á virkilega gaman. Nú verður Pringulstöðurinn 25% ódýr ef við göngum í Evrópusambandið spyr Þorvaldur Freyr Friðriksson. Hann kann þetta. Ég held að sé enga líkur það. Já, reyndar launin er að 50% lægri. Þannig að fyrir þá sem áhuga á því, kíkið í pakkan. Það er endar ekki hægt þannig að það lækkar launin mín. Já, þetta er ódýrara á líka launin er 60% lægri til að mikið með lífið.
Til Gunnars, hversu hátt þakið á Noregi á HM? Úrslitaleikur. Vá, heldurðu það? Já, ég búin að teikna þetta upp ef þeir vinna riðilinn. Faglega greiningur frá Dokka og svo 7 punkta hring hjá Agli í gær. Já, hann var bara í vandræðum kallinn og ég veist líka að þetta verður alltaf að neyða háforgja á kylfinga eins og maður sjálfur. Alltaf á næstu í aftasta teik. Mikið af þessum upphásökum í fara fram á sama teig og prófatir að slá á. En það náttúrulega ekki verið að neyða. Þú fær bara aðra forgjöf á völlin ef þú slærið á... Já, það var bara þannig að þetta var mót og þú veist og svo sumir bara nenni ekki verið að gæna eitthvað, ég á þessum teig og því Nei, nákvæmlega. Þú veist þessi eitraða kallmennska sem maður er að láta ganga svolítið. Þú þekkir náttúrulega gólfið fram á þau. Á að slaka á helgina áður en HM álæði byrja spyr Gísli Þór Gíslason. Nei, ég er bæði að vinna og svo við erum að taka þátt í svona gólmóti í Vestmannaeyjum og náttúrulega fagna sjómannadeginu. Mér finnst ótrúlega hvað krakkar í dag er að spila mikið golf. Bara maður á þessum aldri, maður vann og var að reyna að safna fyrir einhverju og maður leiði sér þetta eftir 40. Maður sjá bara krakka í dag, þau eru út allt. Viltu taka dag eða viku með mér og sjá loksins hvernig þið er að vinna í staði fyrir bara að opna lappaðin hérna og skrifa eitthvað Arsenal ég kalla það ekki vinnu sko. Ég var alveg til í það takk kærlega Getum fengið Epic með okkur í þetta bara dagur í lífi Gunnars? Já, þá finnur þú svona 1 dag og situr alltaf á hann einan Nei, ég sýnd kalendarinn minn Já, það er nógu að gera hefur og það gera frábæra hluti Það vantar ekkert upp það Hefði hjá mikið alltaf sett hann í samskýtinni á HM-RÚV Jó, ég held það nú Það var eitthvað útök hvernig hann fór á milli Já, það var ofni Þetta var mikil ofni Þetta er enda mjög góð spurning hjá Birkir Snæ Birkir Snær, hver er hann maður sjá hversu mikið var Hjálmar á útivelli í auglýsingum bændasamtökunum Mjólkudæm Fórst í sveit sem barn? Nei En ég hefði gaman að fara Þú náttúrulega úr Árbænum þá þetta var náttúrulega bara sveit á þessum tíma Ég voru með hesta í garðurum oft Já Nú var ekki tilvalið að Gibi og Hjam myndu lýsa saman leiknum 3. seti á HM sem verður væntanlega á RÚV 2 ekki ósvipað og tvíhöfði gerði hér árið Ég til í það Þorvaldur Freyr þarna með 2 Þorvaldur Freyr með okkur hrósa dóttornum fyrir einstakar mannaráðningar í þáttin engum með dótt í huga að taka annað pervertið úr hláðvarsdóttunum hæ og para saman við skakkiska dáðadreng ofan af ríkisútvarpinu Þorvaldur Er þetta nei eða já? Nei, þetta er bara fyndið Já, nær Tottenham top 10 á næst tímabili bara endum við þessu Já, auðvitað, top 5 er þessu Já, það er rosa líklegt að þeir verði þar í top 5 það held ég endum við bara stuttum Elgrandi Já Ég var vonast þetta löngum Nei, þið stóðu okkur náttúrulega ótrúlega í síðasta En núna hugsa ég eitt Ég ætla að láta Gunnar vinna Ok Jú. Ég til já Alltaf er þetta að byrja svona, það veit ég alveg hvað er að koma Ég hugsaði með mér, ég ætla að láta Gunnar vinna Það má líka Það má nefnilega líka Já Sketches, Echo skór allir helstu skótnir fást hjá okkar mönnum Já, ég er í Sketches og svo það er alltaf að fara inn úr þeim Já, þetta er ekkert easy slippins Easy slippins Sturluðfinning Þetta er geðveikt Strákar, ég ætla bara að hafa þetta þægilegt því að núna eru 8 ár síðan við vorum á HM í fótbolta Já og ég ætla að fá búllismenn til að hjálpa mér vera með hópinn uppi þar að segja hjá sér, ekki hjá okkur hér bara leikmenn sem voru í 2018 hópnum af því að mig grunnar nú að Hjálmar hefur nú verið í svona djammárunum hans þannig að Já, það er aðeins erðar fyrir mig Já En Gunnar á að vera með alvarhreinu Á ég ekki að byrja bara? Já, ég skal bara en ég ætla að gera eitt ég ætla bara að refsa Grimt Já og henda mér út ef þeir eru ekki með Þannig að Ég fer á sjálfsögðu í Gylfa Sig Aron Einar Hvað segirðu? Aron Einar Já Rétt Þá fer ég í Hannes Halldórs Já Jóhann Berg Já Aron Einar Nei, já, Býtu Hannes Aron 2018 8 ár Albert var hana Já Hann var hana Jón Daði, vel gert Arnór Ingvi Frendi Arnór Ingvi Traustason Var hann ekki potið? Jú, hann er það Ragnar Sigursson Já Ari Frendi Hann líka sjálfsögðu Ari Freyr
Birkir Már var þarna, vel gert. Svo var hann líka sem ekki gleyma býði sem ekki gleyma því að þarna var Sig Thursson hann var þarna Kolbeinn Kolbeinn Sigþórsson var Rúrik Samuel Kári var í hópnum með ekki Jú, Samuel Kári Ég ætla að eiga hann í hólu Svo náttúrulega var ég með Emilin, ég ætla að býða með hann og ætlar að klókur setja pressu að setja og náttúrulega og maðurinn sem að maður stendur stundum upp og syngur fyrir Ólafur Ingi Ólafur Ingi Skúlason Nei, Ólafur Ingi held ég standa upp og Ólafur Ingi held ég standa upp og syngi Ólafur held ég standa upp og syngi Ólafur Ingi og ég öll hans kjafti Kingi Kári frændi líka, ég átt að taka hann Ég hugsa, hvernig læti ég Gunnar minn vinna þarna var mitt örugasta peka því ég man alveg eftir því 2018 maður var í ruglunni þarna sko. Tjúvilt maður ekki maður Þetta var stórskemmtilega tími Ég var reynd að spáði hver var maramarkur það var einmitt Fredrik, var það ekki? Var ekki Fredrik og Rúnar Alex eða þú veist á þriði Ingvar var 2016 Ingvar og Ég ætlaði að segja Ingvar ekki sko. Ingvar Ömmi og ég held að kannski menn munni eftir því að Ömmi var ekki valin í hópinn 2018 Það var svona, ef það verður gerðið ekki heimildamönd þetta því að ég og Kallinn erum góði félagar í dag sem þeim þarna standandi en ég var búin að velta þessu manni mikið fyrir mér þennan dag því ég var þarna upp á KSI og var að horfa á hann allan tíman og ég sagði, hver þessi maður? Því ég þekkti alla í herbyggin bara, þetta er ykkur snillíkur ég var búin að reikna út að þetta vera hollendingur þegar hann með svona allt lúk alveg geggjað svona hollensk lúk og ég hugsaði, ok, að hollenska pressan er mætt að fylgjast hérna með eitthvað valnu og eitthvað, ok, sniðut svo bara byður hollendingurinn orðið og úr verður náttúrulega bara moment sem að það verður náttúrulega sko að hrósa líka sko það sem að gerir þetta moment náttúrulega ógleymanlegt er líka hvernig Heimir svarar fyrir það því ég var á þessu fundi sko ég sit bara á myndinni ég sit bara hérna í sko ég er hérna 2 sætum til hægri við hann sér hérna Gummi Hilmas og Maggi Gylfa þarna og Rikki Daða líður bara hálf illa að fylgjast með þessu en er ekki að ná þessu hollenska væpi sem ég er að tala um það er þetta Dutch vibe sem að ég var að fíla svo rosalega þegar Heimir svarar hjá hvaða fjölmiðl ert þú? Ég er bara hjá sjálfur mér er það .com eða? En Steinar, þetta er frábær náungi þetta er algjörlega frábær náungi við hittumst oft á nýbílaveginum ég eiginlega svona, maður lappar ofta bara og er eitthvað að ráfa það er líka alltaf leið og þar eru við saman það er ekki öll samskipt að vera ekki nú síma þetta það má líka alveg hitta og spjalla ég þakka auðvitað drengjunum sem voru hérna í stúdíónu hjá okkur úr Sæmundarskóla Grafarholti í Grafarholtinu góða ég bjóð þar eins var ekki gott að búa þar? frábær stöður þar er heldur betur gott að vera pabbiðum býr þar? Nei, var þar eftir upp í Mosó var það eftir skilnaði? Já ég var einmitt þar líka eftir skilnað og fórstu þar líka eftir skilnað þetta er ekki svona staðið til að fara til skilnað en þeir svo þegar þú varst nei, Hjálmar þess að þú varst að skilja á svona hversu einmannlegt var að fara fyrstu ferðina í IKEA eftir skilnað? Það var erfitt. Var það ekki? Jú, það var alveg erfitt. Einn í hagkaupum, nei, hérna IKEA. Já, og velja sér eitthvað. Hitta aðra gæja sem er í sömu skítamálum og þú. Er að velja borðstofu, borð eða þar ég að setja sofaborð eða þar ég að setja saman. Og þá, þú átt alltaf enga vinni sem geta hjálpað þér og þeir kunna ekki. Ekki. Og þeir ringi ekki í Helga Sjón og sem að hjálpa þér með eitthvað. Nei. Ekki séns því mér. Ég þarf að setja upp hérna að gera eftir. Nei, þannig að þetta var verið erfiði tímar. Já, heldur betur. Hemmar, komst ekki ennum þá. Já. Fórstu í Jisk eitthvað eða rúmfattalæðin gamla eða? Já, ég keypti garðhúsgögn eða Svalunar í Jisk. Ég var svolítið að nota aðra taktík en aðri. Ég fór mikið í Ylva. Já, Korputorgi. Já, erfið árum. Það var ekkit svo mikið að hólki það og fyrst nægan tíma og mjögst þetta fínt. Já. Kostaði aðeins meira. Já. Ég var tilbúin að borga fyrir gæði á þeim tíma. Já.
Já, á þeim tíma Já. Ekki í dag Ekki dag En kreppir hann Já, en Dóttar fútból þakka fyrir sig á föstudegi, þeir voru algjörlega frábærir Gunnar Birgisson eða Vargurinn eins og einhverjir kallar og Hjálmar Örn Hjamsineggarinn sjálfur og Vargurinn að breytast í Gaupa Nei Ég veit ekki Ég segi stundum bara já þegar þú byrjar þá segi ég bara já Ég hef aldrei séð þessa nægurinn Það er svo góð líking Ekki séð neitt af henni Nei, ég vissi það líka en þetta var svona Gaupalegt Já, auðvitað í músi sem er náttúrulega snill líka Já Love you Stríður svo mikið